Velkomin aftur. Þá ætlum við að snúa okkur aðeins að pólitíkinni og þjóðmálunum, en eins og flestir aðrir landsmenn þá eru þingmenn komnir í páskafrí og ég kom með þetta til mín tvo þingmenn, landsbyggðarþingmenn, Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna. Já, fyrsta spurning kannski, fá þingmenn í rauninni eitthvað páskafrí? Já, nú fer að reyna þetta fyrsta skipti hjá mér, en þetta er nú svolítið þannig að maður er stöðugt að lesa eða kynna sér eitthvað og þannig að ég sé illa fyrir mér að ég sé bara hætti einhverja daga, sko. Já. En að Bjarkey hefur náttúrulega meira reynslu af þessu, hvernig mun hafa upplifað þetta? Já, ég held að það sé, sko, í sjálfu sér kannski nýtir maður þá páskana bæði til að hitta fólk og til þess að fara á þá viðburði og annað slíkt sem að núna eru einmitt. Ég meina það núna alla páskana boðið upp á eitthvað og kannski gerð svona, eða ætlast til þess að við sem þingmenn látum svolítið sjá okkur. Þannig að ef maður horfir á það þannig þá er maður aldrei í páskafríi beinlínis. Auðvitað tökum við okkur frí eins og í dag, föstudaginn langa, nema bara til þess að tala við þig og eigum svona stund með fjölskyldunni. En svona alla jafna hvort sem það eru jól eða páskar eða eitthvað annað, þá er maður auðvitað ekkert í fríi. Það eru tölvupóstar eða eitthvað annað sem maður er að svara. Og þetta opinbera persónur, það er ekki annað en að fara í sund kannski, það er alltaf verið að ræða málin. Alltaf verið að spjalla. Það lítur nú að vera svolítið gaman líka. Mjög. Þetta ár núna sem er að líða, sko þetta hefur verið gífurlega mikið fréttaár, það hefur margt gerst í þinginu. Hvað finnst ykkur svona kannski hafa staðið upp úr það sem hafir? Núna, sko ég náttúrulega kem nýra þessu í haust og er á mínu fyrsta vetri og við erum bæði í fjárlaganefndinni, þannig að ég held kannski eitt stærsta verkefni að vera í lögum opið fjármál þessi nýju, það sem hefur leggja þessa fjármálastefnu og fjármálaáætlunina og svo fjárlögin í haust. Þetta sé kannski stóra verkefni fyrir alla, þetta er svo mikil aðlögun og innleiðing og menn að setja sig svona inn í hlutina og hvort sem það við í pólitíkinni eða ráðuneytin eða bara stofnannar og þannig að ég held að það sé kannski svona stærsta einstaka svona verkefni og þetta er gríðarlega stórt verkefni hjá okkur í fjárlaganefndinni með þetta, sko. Já, og það tekur líka, það er kannski vegna þess að það nemur öll sviðin, sko. Það skiptir máli hvernig fjármálastefna og fjármálaáætlun og svo í lokin fjárlögin enda sem að verða í haust, af því að það eru snertifletir við allt mannlífið og vissulega er það þannig að það er stærsta málið ekki bara okkar í fjárlaganefnd, því að nú í fyrsta skipti eru alla nefndir þingsins sem þetta fá fjármálaáætlun inn til sín og fjalla hver sitt svið. Það hefur ekki gerst áður, þannig að það er verklagið og allt þetta sem við erum svona pínlítið átt okkur á, aðkoma samband sveitarfélaga, aðkoma litlu aðilanna, Eyþings eða Austurbrúar eða hvað við viljum kalla það, samtök sveitarfélaga Austurlandi sem að hafa haft svona aðkomu að fjárlagagerðinni að hausti. Nú er þetta alltaf færast framar, þannig að þetta er svona stærsta einstaka málin. Svo þetta höfum við verið að tala um alls konar mál í þinginu sjálfu sér eins og gengur og gerist bara. Það hefur verið búið að mæla fyrir óhemju mörgum þingmannamálum af því að það hefur ekki verið kannski mikið frá ríkisstjórninni fyrir núna rétt fyrir lokafrestinn 30. mars sem voru að koma inn mál. Það er kannski stóra breyting sem líka, eins og Bjarkey er að koma inn á varðandi þessa breytingu sem verður með fjármálaáætlunum sem fjárlögin framhaldi að þetta er að gerast þá miklu framar í árinu og raunlega aðkom manna hafa áhrif á framhaldið miklu meira heldur en áður í stað þegar menn voru kannski að gera þetta á nokkrum vikum í desember og nóvember svona það sem virkilega umræða fá fram, það sem menn lögðu fram kannski í september en nú er þetta komið framar árið þannig að þetta er meira samráðsferli í sjálfu sér, sko, aðgengi að því. Já, ég er ekki sammála Njáli vegna þess að það er kannski eitt af því sem að við þurfum aðeins að laga til í þessu ferli að það er þetta með þetta sko hvernig aðkoman á að vera og við höfum orðið vör við það kannski af þeim viðmælendum okkar eins og ég var að nefna hvernig eigum við að bera okkur að, við hver eigum við að tala af því það er ekki gert boð fyrir fólk almennt í fjárlaganefnd eins og var áður heldur meira verið að vísa sig inn í ráðuneytin völd ráðherra er að aukast aðeins meira heldur en hefur verið og við sem þingmenn höfum svona aðeins verið að reyna að finna út úr því við viljum ekki hafa það svoleiðis held ég, allavega flest okkar hafa talað þannig, þannig að við viljum reyna að breyta þessu, þannig að ég hugsa að þetta ár fari svolítið að fóta sig í því, sko, hvernig við ætlum að hafa þetta. Þessi fjármálaáætlun svona efnislega, hún hefur nú verið ansi mikið rædd og gagnrýnd að hluta til, sko, fyrir okkur sem erum hérna á landsbyggðunum, hvernig finnst ykkur þetta komið við okkur að vera rætt með náttúrulega þennan Dettifossveg, það gleymdist alveg að gera ráð fyrir honum hérna og hálf svona, já, klúðurslegt held ég að við getum sagt, en svona heilt yfir, hvernig finnst ykkur þetta koma við landsbyggðuna? Núna, ég bara auðvitað tala mikið fyrir samgöngubótum í gegnum árin, síðustu 10-20 árin mikið og auðvitað hefði ég viljað sjá meira þar inni. Nú var þetta aðeins laga núna fyrir nokkur vikum bætt aðeins meira í
Þetta eru á tímabilinu fjármálaáætlun núna rúmir 22-23 milljarðar sem bætt inn í samgönguáætlun miðað við það sem var í desember, eða sem það bættið í desember miðað við upprunalega áætlunina. Þetta forgangsröðun og þetta mjög erfitt og hérna Berufjarðarbotninn komin inn núna, hann verður klárað næsta ári. Við fengum að koma smá, 200-300 milljónir inn í þriðja áfangan Dettifossvegi, þannig að það mun hefjast ferli með Dettifossveginn. Gríðarlega mikið að klára það sem allra fyrst. Og hérna, þannig að ég hefði gjarnan viljað sjá meira, og ég hef ennþá trú, en það þetta í umræðinu. Nú komum umsagnar og við tökum umræðinu í þinginu fjármálaáætlun, svo fjárlögin í haust. Þannig að það getur vel verið vonandi næst eitthvað að breyta þeim forsendum sem liggja núna bak við, hvað menn ætla að gera, en auðvitað vill maður sjá meira. Já, þetta náttúrulega ekkert alveg allt saman komið í gegn. En eitt mál sem náttúrulega hefur verið rætt mikið, það þessi virðisaukaskattshækkun á ferðaþjónustuna. Setja hana í efra þrep, það hefur verið harðlega gagnrýnt og kannski ekki síst fyrir svona skort á samráði. Og mér finnst ég oft heyra þetta, skortur á samráði. Sko, erum við léleg í þessu að koma með svona ákvarðanir? Af hverju getum við ekki haft bara meira samráð? Sko, ég ætla nú aðeins að fá grípinni áður en við förum í það í samgönguáætlun af því að við verðum að átta okkur á því að þessi 4.560 milljónir sem við settum í desember, það voru svona sársaukamörk sem að við bara gátum ekki farið neðar. Og nú í rauninni bara verið að bæta öðru eins við á hverju ári og það þýðir það að við getum ekki farið í allar þær framkvæmdir sem að fyrirliggjandi eru og til þess að taka einmitt á móti öllum þessum ferðamönnum og annars slíkt, hvort sem það hér að segja tengivegum eða hvort það bara hinir almennu ferðamannavegir. Varðandi svo samráðið, ég veit ekki, sko, það má vel vera að það sé alltaf hægt og það alltaf hægt að gera betur, ég held að það sé rétt. Það sem að mér finnst kannski athugunarvert við þetta að ég hef trú á því að það sé vanmetið hvað lækkunin kostar, það að segja að lækka þrep úr 24 hérna í 22,5. Ég held að það sé vanmat hjá ríkisstjórninni hvað það snertir. Það að segja það sem tapast úr kassanum versus það sem að kemur svo inn með þessu ferðamanna virðisaukaskatti, það að segja færa ferðaþjónustuna þangað. Ég hef sagt að ferðaþjónustan auðvitað á að fara aðeins ofar, hún hérna orðin það stór, en við erum þar með köld svæði eins og svo við annars þar og þar að því að við nefndum hérna dreifðu byggðir að þá sko þurfum við að vera með einhverja mótvægisaðgerðir þar, ég held að það sé alveg klárt. Við erum að tala hér í fyrra voru samþykkt 90 daga regla, þú mátt leigja út í 90 daga. Það svona það bil bara það sem mjög víða hjá þeim sem eru með ferðaþjónustu á landsbyggðunum. Þannig að mér finnst að sko þar getum við ekki bara komið inn af fullum krafti með þessa hækkun án þess að komið til einhverja mótvægisaðgerðir. Við getum ekki bara miða við stór höfuðborgarsvæði og Gullfoss og Geysi og eitthvað slíkt það sem allt fullt alla daga ársins liggur við og fara svo hérna norður eða austurfyrir eða vestfyrir eða eitthvað slíkt. Það sem að fólk að reyna að skapa sér heilsársbúsetu með því til dæmis hvort sem það eru bændur eða aðrir með því að bjóða upp á þessa gistingu. Þannig að ég held að þar verða að huga einmitt einhverjum mótvægisaðgerðum og ég held að við gerum það bæði í fjárlaganefnd og eins náttúrulega bara í atvinnuveganefnd, þá þurfa þau að koma fram með einhverja hugmyndir þar. Já, mínar áhyggjur varðandi þessar virðisaukabreytingar á virðisaukanum í ferðaþjónustunni að eins og Bjarki kemur inn á þessi köldu svæði og landsbyggðin almennt komið miklu styttra í þessu ferli uppbyggingu á ferðaþjónustunni og léleg nýting yfir veturinn og allt þetta, menn það himinn og haf á milli. Síðan hef ég bara mikla áhyggjur af því sem hefur verið viðvarandi og maður komst nú að í lokaverkefni við Háskólann á Akureyri í viðskiptafræðinni á sín tíma í ferðaþjónustunni og það eru áhyggjur af svartri atvinnustarfsemi í ferðaþjónustunni og ég hef virkilega mikla áhyggjur af því núna að það verði bara ákveðin brestur þarna á milli en frekar en þess að þetta í mjög slæmum farvegi segi ég í dag og mætti gera miklu betur með að reyna að koma veg fyrir það en með þessari breytingu þá verður þessi munur ennþá meiri og erfiðari. Þannig að þetta er köldu svæði ferðaþjónustu á landsbyggðinni og svo þessi svarta atvinnustarfsemi, þetta eru mínar áhyggjur af þessari breytingu. Og við erum náttúrulega líka, það verður bara að hafa það með að miða við þær þjóðir sem við keppast við í alþjóðlegri ferðaþjónustu, í markaðssetningu og annað og berjast hilli við. Þar eru menn og hafa fært niður virðisaukann af gistingu til þessi ferðaþjónustunni og flest Evrópuríki eru með þetta 7-12% í dag. Þjóðverjar færðu niður, Danir eru miklu vandræðin sinni ferðaþjónustu, þeir eru þá með sitt bara virðisaukamark og eru komin með alls konar undanþágur samt ráðstefnuhald og hitt og þetta til að reyna að trekkja til sín.
Þannig að þetta er alþjóðleg samkeppni. Við þurfum nú ekki að drekka til okkar. Nei, ég ætla að segja að þetta náttúrulega einn stærsta atvinnugrein þjóðarinnar, þannig að maður hugsa nú aðeins, sko, ef þeir þurfa að vera á miklum undanþágum sem heild, þá hver þarf ekki að vera á. Og þá kemur bara það sem er mikilvægast í þessu, eins og það er hvaða forsendur við sköpum til að dreifa ferðum betur en landið og þá verða að verða ákveðnar samgöngubætur. Þetta skiptir miklu máli í þessu. En við þurfum líka að búa til tengingar sem tengja Suðurland og Norðurland betur saman upp á þessa dreifingu. Þannig að það er svo margt sem þarf að gera. Já, þess vegna skiptir eins og við komum inn á hérna upp á, að samgönguáætlunin skiptir miklu máli og ég tel að hún sé bara algjörlega vanfjármagnuð til þess að taka á móti þessum innviðum. Og það gerir ekki til þó að hægist aðeins á innflæði ferðamanna. Ég held að það hefur bara sýnt sig að við svona erum ekki að ráða almennilega við þetta, vegakerfið okkar og annað slíkt. Þannig að eða bara áfangastaðirnir. En við þurfum einmitt að það þarf að markaðsetja landsbyggðirnar miklu meira, en það tekur þetta tíma og við þekkjum það. Við fórum í gang með markaðsetningun í Ísland allt árið, þú veist, og það tók tíma. Þannig að þetta er svona næsta skref, en á meðan flæðir ferðamennir, þannig að og við ekki í stakk búin til að taka mót þeim, þannig að við þurfum að líka svona reyna að finna einhverja leið til þess að það gerist þá með svipuðum hraða eins og hitt, sko. Einmitt. Nokkur aðeins koma að flugmálunum sem þetta skipta okkur miklu máli. Nú var sá ég að Hafsteinn Loga Einarssoni, þingmanni Samfylkingarinnar í vikunni í Fréttablaðinu að hann var svona aðeins að bauna á hjartað í Vatnsmýrinu og þá sem hafa verið að berjast hvað harðast fyrir því að hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. Ég var náttúrulega að spyrja þig, þú ert nú einn af þessum mönnum. Hvernig horfir þetta við þér? Er þetta ekki að hluta til rétt hjá Loga? Þetta eru þetta mikil skotgrafa pólitík og umræða sem á sér oft stað í sambandi við þennan flugvöll, ekki satt? Jú. Ég náttúrulega annar af forminu hjartað í Vatnsmýri og stofnuðum þetta 2013 og fórum í þessu undirskriftasöfnun og í þessu ferli. 2013 þegar Reykjavíkurborg var að auglýsa aðalskipulagið sem til 2030, þá var gert ráð fyrir að Norður-Suðurbrautin verið farin 2016. Þetta hefði gerst síðustu áramót. Það verið lokað þá við öllurum bara, sem sagt, hún hefði sjálfsagt verið lokað bara þeim tímapunkti með skipulagið. Það var það sem vorum að verja við. Það náðu 6 ári viðbót, sem er svona ákveðin tími, en það sem íslensk stjórnsýsla, hún þarf að takast á við málið, að gera þetta þannig með þeim hætti að sjá fyrir hvernig menn ætla að standa að hlutunum. Það þýðir ekki að loka flugvelli og ætla síðan að bregðast við mögulega eftir ykkur 5 eða 10 eða 15 ár hvað er að koma í staðinn. Við verðum alltaf að gera þetta í réttum skrefum og það sem við höfum alltaf sagt, sem er svolítið skrítið þá miðað við málflutningi sem Logi kemur inn á, er að við höfum sagt að það verður að vera til planið hvað er taka við og það verður að sá flugvöllur, jafn góður eða betri, verður að vera tilbúin þegar kemur þeim tímapunkti að við ætla að loka Reykjavíkurflugvelli. Og það er það sem að okkar barátta hefur nú snúist þessi ár í hjartanu Vatnsmýri, þannig ég skil satt að segja ekki alveg hvert Logi er að fara í þessum málflutningi. Hann er orðinn mjög bara furðulegur í þessu svona samhengi. Já, nú lagðið þú, ég man ekki hvort þú voru bæði flutningsmenn að þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu flugvöllinn. Nei, ég var ekki með. Nei, hvað finnst þér hana? Ertu bjartsýna og styðurðu slíka tillögu? Sko, nei, ég geri það ekki. Lilja Rafney Magnúsdóttir er eina Vinstri græna sem er með á þessari tillögu. Ég hef alltaf haft hann varan á að skipulagsvald sveitarfélaga er hjá þeim sjálfum en ekki hjá ríkinu. Ég tek hins vegar undir það með Njáli að mér finnst að við þurfum að einhvern veginn að komast til botns í þessu samtali með það að það verður að vera klárt hvenær og hvar við ætlum að byggja annan flugvöll sem er eins og hann sagði jafn sambærilegur eða góður áður en að þessum verður lokað. Það eru þetta ekki hægt að gera þannig. Það hefur ekki verið sýnt fram á það að sá málflutningu sem að viðhafður hefur verið gagnvart til dæmis öryggisþjónustu og öðru slíku gagnvart landsbyggðinni, hann hefur ekki verið hrakinn sem að hægt er að segja, ég allavega lít hann á og meðan og svo er að þá tel ég að það sé Reykjavíkurborg geta ekki gengið fram með þeim hætti sem að kannski hún er lögð af stað í og ég skil þess vegna þetta að það þarf að reyna að spyrna við fótunum en ég vil að við reynum að gera það án þess að skipulagsvald sveitarfélaga sé sett í hættu því að ég líti á það þannig að það sé þá bara verið að opna ákveðna flóðgátt sem að verður ekki séð fyrir endan á og sést að þessan máls þó hún sé töluverð þá sé hún ekki þannig að það verði aldrei aftur hægt að beita slíkum rökum aftur sko. Það er ekki alveg rétt, þetta er alltaf fordæmisgefandi og veit aldrei hvernig það fer. Það er almenn sátt að skipulagsvaldið eigi að vera hjá sveitarfélögunum. Já, sko, þetta er fyrsti flutningsmaður að þessari tillögu þjóðaratkvæði og þetta snýr mjög að almannaöryggi og öryggishagsmunum almennings í landinu.
það grunnurinn og önnur þjóðríki hérna í kringum okkur, Normenn, Svíar, Danir, Bretar, Hollendingar, þeir eru með ákveðin svona struktúr á sínum málum sem snýr að öryggishagsmunum og Svíarnir hefur tekið sem gott dæmi að þeir eru, til dæmis eins og Brommaflugvöll í Stokkólmi, þar haldið inni bara öryggishagsmuna Svíþjóðar sem beinist mjög að sjúkrafluginu og við erum bara í því ferli núna að þetta algjörlega íslensk stjórnsýsla, ég hef bara margótt sagt að hún hefur brugðist í þessu máli, menn hafa ekki ráðið við þetta fram að þessu og það líka annað sem ég tek mjög eftir, það alltaf verið að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu hér á síðasta ári og heilbrigðismálin og annað. Sömu aðilar eru aldrei að tala sambærilega könnun nokkrum árum áður sem snýrist líka öryggishagsmunum almennings og aðgengi fólks til dæmis að sjúkrahúsunum sem heilbrigðismál. Þetta gríðarlega svona stórt mál og ég held bara að við verðum að takast á það. Einstök sveitarfélög, þó ég sé nú nýhættur hérna sem bæjarfulltrúi á Akureyri, eiga ekki að geta gengið gegn öryggishagsmunum almennings í landinu með neinum hætti. Og það getur vel verið að við þurfum bara að taka sambærilega reglur eða lög eins og nágrannaríkinu með í sínum málum tengt þessu. Og það getur vel verið að raforkuflutningar getum einhver leyti fallið undir slíka hluti. Það er bara grunninnviðir og öryggishagsmunir almennings. Það getur vel verið að ef sveitarfélögin sýna ekki það ábyrgð að passa upp á þessa hluti, gagnvart heildinni, gagnvart almenningi öllum landinu, þá getur vel verið að menn þurfa að bregðast við því með einhverjum hætti. Ég held að komast nú ekki mikið lengra með þetta í bili því miður, en svona kannski aðeins að lokum, hvað ætlið að gera páskana? Já, ég ætla nú bara að njóta þess að vera heima. Ég náttúrulega, fjölskylda mín heima, það að segja eiginmaðurinn og yngri dótturinn. Þannig að ég nýtist nú bara að vera í samvistum með þau og svona kannski skoða lista á menningarlífi. Það er svo mikið að vera hérna alla páskana, þannig að það er nóg að vera og ef það snjóar eitthvað, þá kannski fer ég á gönguskíði, hver veit. Það er svona allavega stefnan að njóta þess bara að reyna að pínlítið að slaka og þess sem svona í nærumhverfinu er. Ætlar þú á gönguskíði, Njáll? Ég hef ekki farið á göngustíði í 15-20 ár og ég veit ekki hvernig sjón væri ef ég gerði það í dag en þetta er mörgur leyti í gamla starfinu mínu þá var ég mjög mikið að vinna páska þannig að þetta er svolítið nýr veruleiki fyrir mann eiga nokkra daga núna bara páska á þess að þau þurfa að hugsa neitt vinnu. Það er reyndar hjá mér líka í fyrsta skipti. Já, þannig að maður er svolítið hérna, já og maður er að fá gesti á sunnan og sem verða hjá okkur hérna Akureyri helgina og hérna þannig að þetta er bara vonandi verið notalega stund með fjölskyldunni. Flott. Bara góða skemmtun og eða notalega páska og takk fyrir komin í þáttin að ræða við með pólitíkina og landsbyggðarmálin kannski helst. Og þá fyrir við að slá botnin í þetta. Takk kærlega fyrir áhorfið í kvöld. Ég ætla bara að minna á það að á morgun þá sýnum við fiskidagstónleikana hérna á N4 frá síðasta ári. Glæsilegur viðburður, hvet alla til þess að horfa á það. En ég þakka aftur fyrir áhorfið í kvöld og eigið í notalega páska. Verið sæl.